Þorsteinsson, gjör svo vel. Já, formaður og góðu fulltrúar. Ég ætla að tala annars vegar fjölmiðlana og hins vegar þessi opnu gögn. Ég held að það sé að breytast eðli fjölmiðlunar. Það sem að áður var að það væru örfá dagblöð og síðan kannski útvarpsstöðvar og sjónvarpsstöðvar sem að svona almennt tala dreifðu upplýsingum til lýðsins. Ég held að sá tími sé að líða og ég sé nú mín börn sem eru svona nýkomin á fullorðinsaldur. Ég efast að þau eftir að gerast áskrifendur á dagblaði á sinni ævi og þau eiga ekki sjónvarpstæki. Ég er ekki viss að þau muni kaupa nokkuð tíman á ævinni sjónvarpstæki. Það sem að koma í staðinn miklu fjölbreytilegri flóra af upplýsingamiðlun sem að gerist á mestu leyti á internetinu með allskyns hætti og þannig ég held að uppsprettur upplýsinga og ritstjórnarefnis og neysla upplýsinga og ritstjórnarefnis verði bara miklu fjölbreyttari í framtíðinni heldur en hefur verið og þetta hefur jákvæðar og neikvæðar afleiðingar en ein af þeim jákvæðu að svona þetta mikla dagskrár og ritstjórnarvald sem að stórir fjölmiðlar höfðu, ég held að það sé á undanhaldi og það sé nú að mörgu leyti sem betur fer. En það leggur líka hugsanlega meiri skyldur á fólk að bera sér svolítið sjálft eftir björginni, að afla sér upplýsinga og mynda sér upplýstar skoðanir. Og þá komum við að hinni hliðin á peningnum sem að þá lýðræði framtíðarinnar getur verið í reynd miklu opnara en það sem hefur verið áður í því formi að stjórnsýsla sé með sín gögn meira og minna opin, upplýsingar fjármuni sem að ríkið ráðstafar, upplýsingar starfsemi stofnana, allskyns bara opinber gögn það safnar nú þegar í dag gríðarlega mikið af þessum gögnum og þau eru geymd og það held ég mjög lýðræðisaukandi að þessi gögn séu aðgengileg almenningi í gegnum þá net og vef og ég held að það muni byggjast upp fjölmiðlar eða litlir aðilar jafnvel ólaunaður út í bæ sem að skemmta sig við það að vinna úr þessum gögnum og eima upp úr þeim athyglisverðar staðreyndir fyrir aðra að melta og vinna með og byggja á. Þannig ég held að þetta sé grundvallar atriði í lýðræði sem við erum að fjalla hérna og styð þetta eindregið, sérstaklega þetta með opnu gögnin og upplýsingarnar og ég held að með þessu þá minnki líka að vissu leyti þörfin fyrir svona beint lýðræði að því leyti að fólk mun hafa mun betri aðgang að upplýsingum og með þeim tillögum sem við vorum að ræða hérna fyrir í dag kosningakerfi þá mun fólk geta haft miklu beinni og hreinni aðkomu að fulltrúa lýðræðinu með betri upplýsingum þannig að ég held að þetta sé svo átt sem að við eigum að vera að þróast í og sem sagt endurtek það ég fagna þessum tillögum. Takk.